Gott kvöld, góðir áhorfendur, þið heima og hópur áskrifenda hér í sjónvarpssal. Eitt það hlutverk sem flestir taka að sér undirbúningslítið og verða síðan að sinna eftir bestu getu alla ævina. Þetta foreldrahlutverkið og í kvöld veltum við vöngum yfir því. Við heyrum nokkuð góð og gömul lög sem tengjast viðfangsefninu og fáum góða gesti í heimsókn. En við byrjum gjarnan á sönglagi. Og ef þið eru tilbúinir herrar mínir, þá kemur hér eitt gamalt og gott. Mamma, ertu vakandi mamma mín? Mamma, ég vil koma til þín. Ó mamma, gaman væri að vera stór. Þá vild ég stjórna bæði hljómsveit og kór. Mamma, þú ert elskuleg mamma mín. Mér finnst gott að koma til þín. En mamma, áðan dreymdi mig draumum þig. En datt svo fram úr og það truflaði mig. Þú varst drottning í hárri höll, hljómsveitin álfarmenn og tröll. Lék þér og söng í senn, þú varst svo stórkostleg. Tröllin þau börðu bumburnar, blómálfar lék á flauturnar. Fiðlurnar mennskir menn á mandólíer. Mændum við upp til þín, eins og blóm þegar sólin skín. Þínum faðmi frá gjafir flugum að. Flestum gekk vel að grípa sitt, maður náði ég fljótt í mitt. En stóll steig ég á, stórtækt svo hann var. Mamma, þú ert elskuleg mamma mín. Mamma, ég vil komast til þín. En mamma, áðan dreymdi mig draumum þig. En datt svo fram úr og það truflaði mig. Klappa sérstaklega fyrir þessum 5 tónlistarmönnum sem hér eru. Það staði sig ákaflega vel. Og hérna, ég hins vegar hef það fyrir sið að segja þessum piltum gamansögur. Því að þeir hafa ákaflega gaman af því og hlæja mikið af mínum gamansögum. Enda segi ég skemmtilegar gamansögur. Og af því að þetta eru svo miklir hljóðfæraleikarar, þá datt mér nú í hug að segja svona sögur af hljóðfæraleikurum. Ekki skemmtilegt? Já, já. Hvernig finnst ykkur það? Okkur líst vel á það. Allt í fína. Þetta var þannig að, hljóðfæraleik, jú. Það voru hjón sem voru mjög sein að koma á symfóníutónleika. Komu á tónleika í Háskólabíói. Og þetta allt byrjað þegar þau koma. Og konan segir við dyravörðinn, já, eru þeir byrjaðir að spila? Já, já. Og hvað eru þeir komin langt? Hvað eru þeir að spila? Ja, þeir eru að spila 9. symfóníuna. Hvað segir, eru voru svona sein? Það má alveg klappa fyrir þessu ef okkur finnst þetta svona voða fyndið. Já, já, þetta var skemmtilegt. Önnur svona saga sem tengist hljóðfæraleikurum. Og þannig að fiðluleikari sem lá á spítala. Og það átti nú bara að vera svona stutt sjúkdómslega, en það kom í ljós að þetta skera hann upp. Og fiðluleikarinn segir við lækninn, heyrðu, hvernig það
verður þetta ekki allt í lagi? Ég spila nú á fiðlu og þarf að spila á fiðlu á 50-kvöldi, heldur ég geti það ekki? Jú, þetta var ekki neinu vandræði með þetta. Síðasti sjúklingurinn sem ég skar upp, hann fann að spila á Hörpu daginn eftir að ég skar hann upp. Alveg svakt. Já. Það spurning að kunna gott að meta eða ekki. En við höfum gert það svolítið að leyfa ýmsum svona að spreyta sig á því að segja gamansögur. Ég stoppaði fólk á förnum vegi, rétti því blað og baða að lesa fyrir mig gamansögur. Hafnfirðingur tók sér far með rútu út á land. Menn í næsta sæti drápu tímann með því að þylja gátur. Svo báðu þeir Hafnfirðinginn að vera með. Þetta örugglega of erfitt fyrir mig. Nei. Hvað svart að utan en rautt og hlýtt að innan? Það veit ég ekki. Það auðvitað inniskór, en hvað rautt og hlýtt að innan en svart að utan? Það veit ég ekki. Það hinn inniskórinn auðvitað, en hvað rís í austri en hnígur í vestri? Já, nú skil ég, þetta þriðji inniskórinn. Strákurinn spyr mömmu sína, af hverju pabbi sköllóttur? Þegar því að hann svo gáfaður. En af hverju þú þá með svona mikið hár? Ég ætla að geta þess strax að gestir mínir í kvöld, sem ætla að spjalla foreldrahlutverkið, eru allir karlmenn. Sumir eru heimavinnandi, aðrir eiga mörg börn og allir verða þeir að vera börnum sínum fyrirmynd. Þegar koma þarf uppeldisatriðum til skila, oft gott að gera þá sem einfaldastan og skiljanlegastan hátt. Og þegar mér var hugsað til einhverja sem væru svona nógu einfaldir og einlægir og enn ómótaðir til þess að flytja næsta lag, þá datt mér náttúrulega strax í hug Hljómsveit hússins sem uppfylla þessa lýsingu mjög vel. Hljómsveitin hefur komið sér fyrir hér til hliðar og þeir ætla að flytja okkur boðskapinn í laginu Það má ekki. Jæja, krakkar. Kunnið nokkuð lagið bílinn? Nei. En kunnið nokkuð lagið það sem bannað? Já. Það má ekki pissa bak við hurð og ekki henda grjóti ofan í skurð. Ekki fara í bæinn og kaupa popp og tyggjó, ekki nota skrújárn fyrir sleikjó. Það má ekki vaða út í sjó og ekki fylla húfuna af snjó. Ekki tína blómin sem eru út í beði, ekki segja raddi heldur réði. Þetta fullorðna fólk svo skrítið, það alltaf að skamma mann. Þó maður geri ekki neitt, það alltaf að skamma mann. Það má ekki skoða lítinn kall og ekki gefa ketti drullumall. Ekki skjóta pappa með byssunni frá höfðu, ekki tína orma handa höfðu. Mjög gott, krakkar, svo skulum við taka næsta erindi. Það má ekki hjóla inn í búð og ekki gefa litla bróður snúð. Nei. Ekki fara að hlæja þó einhver sé að detta. Ekki gera hitt og ekki þetta. Þetta fullorðna fólk svo skrítið, það alltaf að skamma mann. Þó maður geri ekki neitt, það alltaf að skamma mann. Þetta fullorðna fólk svo skrítið, það alltaf að skamma mann. Þó maður geri ekki neitt, það alltaf að skamma mann. Það var ákaflega viðeigandi lag fyrir þessa pilta. En einn sá maður sem ég finnst öðrum fremur hafa náð að miðla bæði til okkar sem eldri erum og til ungs fólks, lífsreynslu og viðhorfum unglinga og reynslu uppvaxtar áranna. Pétur Gunnarsson heimavinnandi húsfaðir og nýtur þeirra forréttinda að fá að umgangast börn sín meira en aðrir karlmenn. Hann hingað kominn, velkominn Pétur. Oft velti fyrir mig hvort að það að þú ert heima og umgengst þín börn og
býrð við það umhverfi. Hefur það haft áhrif á þig sem rithöfund? Þetta kannski klisjukend spurning. Ég held að það hljóta að vera. Sko, börn eru náttúrulega skemmtilegasta fólki sem maður getur umgengist. Að þau eru svo opin og frjó. Og þau þroska svo ört, þau eru svo forvitin, það ný heimsmynd á dag. Þannig að fyrir þann sem að skrifa þá þetta nú kannski það umhverfi sem mest gefandi, trúi ég. Trúi ég ekki öðru en það séu margir karlmenn sem vilja taka uppeldishlutverk sitt miklu alvarlegra og vilji geta sinnt því. Kannski hvað finnst þér það að menn velti því fyrir sér að þeir tapi af svo miklu að þeir fari heim að vinna, ekki bara fjárhagslega heldur að þeir detti út úr Lions og ýmislegt svona? Já, ég nú kannski ekki típiskur. En, og ég hef ekki saknað þess að vera ekki í Lions. En, nei, ég tók bara nú til orða, men fullvirðingu fyrir því. Minni vinnu þannig háttað að ég vinn hana heima. Og þannig að þetta hefur bara komið af sjálfu sér. Þetta mitt umhverfi og þarna vil ég vera. Og það sem rithöfundur þar fyrst og fremst, það næði og svona samfella og hún gefst ágætlega. Hún gefst á heimilinu? Á heimilinu, já. Næði. Síðan maður náttúrulega ekki alltaf að skrifa og þá eitt og annað á heimilinu sem gaman að grípa í. Það til dæmis, það þvottavél, það alveg upplagt að hengja upp úr einni vél á milli svona og það má líka vökva blóm og ég vil taka til í stofunni og hræra skýr og svona. Þetta fer allt ágætlega með ritstörfum. Og reyndar hef ég heyrt það á kollegum mínum, mörgum sem eru í sömu stöðu og ég, að þeir eru alveg gáttaðir á því hvað þetta skemmtilegt. Það var búið að útrópa þessa stöðu sem eitthvað eymdarstykki og þetta væri hið versta mál. En svo bara stígum við inn í þessa paradís og við höfum eiginlega verið að reyna frekar að halda því leyndu. Að láta það ekki kannski fara of víða. Skulum sjá hérna á eftir viðtöl sem ég tók við nokkur 6 ára börn en þar var ég velta fyrir mér sambandi þeirra við pabba og mömmu og hvað pabba og mamma gera. Heldurðu að lítil börn í dag við að ala upp börn sem eru ennþá fjær foreldrum sínum heldur en við vorum? Já, nú svo erfitt að alhæfa maður. Þetta svo síbreytilegt eftir fjölskyldum. En auðvitað erum við sem erum fædd þarna 1950 að við erum alin upp í allt öðru fjölskyldumódeli heldur en ríkjandi í dag. En mér finnst eins og að það séu nú að verða einhver hvörf í þessu máli. Það var þarna ákveðið millibil þar sem að þetta snaraðist alveg og breyttist. Það var bara enginn heima. Nei. Það var ekki einu sinni vitavörður. En núna finnst mér nú eins og fólk sé að skoða hugsin mjög vandlega í þessu máli og fólk að reyna að sveigja meira inn á heimilið aftur. Við skulum hleypa sérfræðingum okkar að. Nokkur 6 ára börn úr Ísaskóla segja frá. Þegar sjáum að fara nógu snemma í skólan og alls konar þannig. Sjá til að þið fara nógu snemma að sofa. Eiga pabba og mamma að halda utan um því? Ég ekki alveg vissi það. Og eins og kannski held ég ekki. En hvað, finnst þér gaman þegar mamma heldur utan um þig? Já, kannski þegar hún að svæfa mig. Sko, mamma og pappa, mamma kaupir fötin á mig og síðan bara eru byggingafræðingar sem byggja fyrir okkur húsið. Pappi teiknaði það og eins og pappi svona einhvern veginn arkitekt, ekki alveg arkitekt. Já. Hlýðir þú alltaf pabba og mömmu? Já. Alltaf? Þetta aldrei óþæg? Það kemur sér alltaf fyrir. Hvað svo skemmtilegast við pabba og mömmu? Það að nudda sér í þau. Já. Og fara í sund og bíó.
Hvernig líður ykkur best þegar þið eru með pappa og mömmu? Hvernig eru þið þá svona inn í ykkur? Ég heyri bara heitan andaslátt. Pabbi kemur stundum með nammi þegar hann kemur. Já. Og svo þegar ég horf á spólu með honum. Er það skemmtilegt? Já. Hvernig líður þér þá svona inn í þér? Bara vel. Stundum með spóluna fínna. Hverjir byggja húsið og svoleiðis og sjáum að fá föt á ykkur og svona? Er það ekki pappa og mamma? Eru þið þreytt stundum? Stundum. Og hvað gerir þið þá til þess að þeim líði vel? Ég veit ekki. Eru þið góð við þau? Já. Hvernig? Bara... ekki svona. Hvað gera pappa og mamma fyrir þig? Elda matinn fyrir mig og stundum brjóta smá fötin og svo Sjá þig svona? Já. Lesa þau fyrir þig þegar þú ferð að sofa? Já, stundum. Hvernig líður þér þegar þér líður best með þeim? Hvað eru þið þá að gera? Taka þið utan um þig stundum? Stundum. Ekki mig. Ekki nú oft? Nei. Væri það ekki svolítið gaman? Jú. Hvað eiga þú að sjá um? Gefa okkur að borða svona morgnana og gera líka kvöldin. Eiga þú að kenna ykkur eitthvað? Veit hann ekki. Eiga kennararnir að kenna? Já. En heldur að pappa og mamma kenni þér ekki ýmislegt? Smá. Hvað heldur þú hafið lært af pappa og mömmu, til dæmis? Tala þegar ég var lítil og svoleiðis. Það nú heldur mikið en ekki, heilmikið. Að læra að tala. Og hvað heldur það eigi svo að gera þegar þú stækkar? Bara fara í skóla og læra þar meira. Og eiga þau að sjá um þig? Ekki í skólanum, sko. Nei. Þegar þú verður stór og eignast kannski börn, hvernig mamma ætlar þú að verða? Hvað ætlar þú að gera fyrir börnin? Bara fara með dagheimili þegar stærri. En ætlar að vera með þau svona sjálf eitthvað? Já, þegar ég frí. En hvernig er heldur þú svona góð mamma? Hvernig er hún? Hún er hjá barni sínu og hugsa vel um það. Já, Pétur, við komum nú ekki að tómum kofanum hjá þeim þessum. Einkennandi viðbrögð fannst þér hjá þeim? Nei, það var nú merkilegt það sem þessi litla stelpa sagði þarna síðast að hún ætlaði sjálf að setja sín börn á dagheimili þegar hún væri orðin stór en góð mamma það er svo sem er hjá barninu sínu. Já. Þannig að Þetta er erfitt. Heldurðu að okkur muni takast að finna farveg fyrir fjölskylduna? Þú talaði einmitt um það áðan að hér fyrir nokkrum árum þá hefði enginn verið heima og engin samheldni verið í neinu. Tekst okkur að festa þetta form í sessi? Meinar þetta form sem er núna eða þetta form sem við höldum að sé kannski núna að byrja? Já, sko, fyrir mína parta þá er þetta einfallega það skemmtilegasta sem hægt er að gera. Það er að vera samvistum við börn og ala upp börn. Og ef það eru fleiri sem eru þessa tilfinningu að þetta sé það skemmtilegast þá hlýtur að verða örtröð eftir smá tíma. Pétur, þakka þér fyrir spjallið. Við skulum njóta þess sem við heyrum nú. Þuríður Sigurðardóttir, ein okkar allra bestu söngkvenna, er hingað komin og hún ætlar að syngja fyrir okkur litla franska vögguvísu.
Íþróttamenn og þá sérstaklega fótboltahetjur eru kannski ekki þeir sem við tengjum ósjálfrátt barnauppeldi og umönnun. Þetta eru mennirnir sem skora mörkin í hörðum leik á vellinum og þurfa að stunda íþrótt sína mikilli hörku til þess að ná árangri. Nú hér hjá mér eru tveir landskunnir knattspyrnumenn, þeir Ingi Björn Albertsson og sem einnig alþingismaður og 6 barna faðir og Ómar Torfason sem var atvinnumaður í Sviss tíma en er núna húsfaðir í fullu starfi með 2 dætur í sinni umsjá. Velkomin hingað, herra míns. Ingi, á hverju átt þú öll þessi börn? Já, það má nú, þú sagðir að þetta kannski mætti ekki tengja þetta beint við íþróttamenn, þetta er kannski ákveðin íþróttategund. En aðalástæðan held ég að sé nú kannski svo að ég hef alltaf haft mikið dálæti á börnum og starfað nokkuð mikið með þeim í fótboltanum í þjálfun og einhvern veginn var það alltaf meiningin að eiga mörg, það var engin ákveðin talasett á það. Nú var svona rétt til að klikja á að þá giftist ég fóstru og þannig að börnin mín í mjög góðum höndum. Þið eru báðir eins og ég sagði knattspyrnumenn og þú ert komin heim og maður sestur við eldhúsvaskinn nánast. Já, má segja það. Er þetta ekki mikil viðbrigði? Jú, en ég þegar við vorum erlendis í tæp 3 ár, þá hafði ég mikinn tíma á milli, semst æfinga og leikja og með tíman og svona ákveðum við það, ég og konan að þegar maður héldi heima þá myndi ég taka þetta hlutverk að mér. Já. Og náttúrulega það sem skiptir höfuðmáli í þessu er það að maður hafi trú á því að maður geti gert þetta vel og maður verið að fara í þetta eins og hvað annað. Já. Og ég sé ekki eftir því að það komið núna rúm 2 ár síðan ég hef eingöngu verið heima við. Hefur þú áhyggjur af því, Ingi, að þú getur ekki fylgst með öllum þínum börnum eins vel og kannski er hægt að gera í fámennari fjölskyldum? Já, vissulega hef ég áhyggjur af því, en ekki vegna fjölskyldustærðarinnar. Nei. Heldur vegna þess að ég hef of lítinn tíma til þess að vera heima við. Og ég sakna þess í raun og veru að hafa ekki meiri tíma en þetta eru bara einu sinni örlögin og það verður að taka því. Hver er megin lína? Finnst ykkur verið einhver patentlausn í barnauppeldi, Ómar? Nei, ég segi það nú ekki. Þetta er svona, ég fer nú eftir fjölskyldum og högum mann en það sem ég tel kannski vera helst eins og í okkar þjóðfélagi er það að lífsgæða kapphlaupi er það hart hér á Íslandi að yfirleitt þurfa báðir aðilar að vinna úti. En ég tel það mjög æskilegt að annar aðilinn sérstaklega fyrstu árin, þessi mótandi ára, að allavega vera svona hálfan daginn eða helst allan daginn. Þetta gefur krökkunum aukið öryggi og foreldrarnir ná meiri svona tilfinningalegu sambandi við börnin tjá sig betur og ná betri kontakt við foreldrarna. Ingi, þú ert stjórnmálamaður líka og ættir að geta haft áhrif á ýmis mál varðandi fjölskylduna. Sinnir Alþingi fjölskyldun? Er fjölskyldan eitthvað númer hjá stjórnmálamönnum? Nei, ég held sjálf að segja að svo sé ekki. Það er mestu tíminn á Alþingi fer í efnahagsumræðu eins og allir vita og það er nú nánast á stundum litið niður á það sem kallað eru mjúkumálin sem eru þessi barnamál. Vissulega mætti ég eyða miklu meiri tíma í þau en þá held ég að það þyrfti að endurskipuleggja starfsemi þingsins með það fyrir huga, með það fyrir augum hvernig vinnubrögð yfir höfuð eru þar. Eigum við að bregða okkur aðeins lengra í þróunarstiganum og hlusta á 9. bekkinga og aðeins eldra fólk segja álit sitt á samskiptum við foreldra. Það er svolítið annar tónn var eitthvað við og þetta er nú kannski eitthvað sem við þurfum að öll að horfast í augu við sem eru með ung börn. En hér koma unglingarnir og fá að segja sitt. Ég held að það sé voðalega stimpla mikið inn í krakka fólk, yngri fólk að það er voðalega kannski voðalega erfitt með að tala við þau eins og vini og ekki sé hægt að ræða almennilega við þau. Og ég sé það að þegar maður fer að eldast að þá ber maður miklu meiri virðingu fyrir þeim, getur talað meira við og svoleiðis. Hvers vegna heldur það að verði svona togstreita milli foreldra og ungs fólks á þessu tímabili? Það er þegar foreldrar
foreldrar eru svona harðir og neikvæðir og við svona vilja ráða og með svona hörku. Foreldrarnir eru búin að vernda börnin sín í þetta mörg ár og svo eru börnin orðin fullorðin og á eigin spýtur og þá svona... Það sé sá hluti af uppeldinu þegar uppeldinu jafnvel að ljúka heldur eða hvað? Já, börnin að verða fullorðin fólk heldur. Nei, og foreldrar að vera? Geta treyst mann og leyfa mann að vera út eins og maður vill. Eru þeir svoleiðis? Nei, það hefur lært aldrei ræðið manni. En verða þær ekki að gera það? Jú, eiginlega. Hvernig gengur samskiptin við foreldrana? Sýna þeim mikinn skilning? Það bara mjög misjafnt, sko. Hvað erfiðast að ræða við foreldrana um? Ég veit ekki, mínu voðalega fínir svona að tala. Þau eru að vera svona svolítið linir, ekki einum og harðir. Hvað það sem að ykkur finnst foreldrarnir eiga erfiðast með að sætta sig við? Skemmtanir og svona. Akkurat. Það rífist mest út af því? Nei, það rífist mest út af lærdómi með mér, sko. Eru þau að ala ykkur upp ennþá? Eða hvað? Hvað finnst ykkur? Já. Og hvernig eru þau að reyna að móta ykkur? Bara okkur góð í skóla, veit það ekki. Haldið að þið verðið lífandi eftirmyndir feður ykkar til dæmis? Nei. Heldum ekki. Vantar verulega upp á það eða hvað? Já, vantar snúst á 30 cm. Haldið þetta breytist þegar frá líður? Já. Hvað gerist þá? Nú bara þegar við erum orðnir eldri og taka okkur sem eldra fólki svona, frekar, jafnöldrum. Hvernig feður ætlið þið að verða sjálfis? Það er aldrei að vita. Góðir bara, ekki? Í hverju felst það? Það er valið. Í hverju felst það? Það er ekki að strangur og svona. Þarf maður ekki að vera það líka? Jú, bara dálítið svona. Það kemur. Ekkert of. Ekki of mikið einhverju helvítis röfli sem þarf ekkert að vera. Vorkennið í foreldrum ykkar, hafið þið áhyggjur af þeim? Nei. Jú. Stundum. Hvað þá, út af vinnu? Bara maður er vondu eða eitthvað leys. Líka kjæft eða eitthvað svo, þá vorkennir maður eftir á. Ómar og Ingi, ef við bara eftir að hafa horft á þetta, svona að lokum, hvar haldið þið að sé hættulegast að fara út af sporin í barnauppeldi? Ég var nú fyrst aðeins segja þetta, þá segja mér svo stjórnmálum. Já, einmitt. Þá var ég nú að hugsa mér fannst þetta ótrúlega jákvætt hjá unglingunum. Og var einmitt að hugsa það ef að þessi viðtöl hefðu kannski verið tekin í útvarpi þar sem að myndin af þeim hefði ekki birst og enginn hefði þekkt þau og þá held ég að við hefum kannski fengið svolítið öðruvísi svör. En ég held að í uppeldi það er náttúrulega hægt að segja svo margt um það, en það þarf að skapa gagnkvæmt traust barna og foreldra og við þurfum að vera vinir og geta ást við á þeim basís. En hættan held ég að liggi kannski mest í því að slaka of á aganum. Það þarf að vera ákveðin agi en hann verður að vera svona sveigjanlegur. Og hann kemur með gagnkvæmu trausti. Þannig að megin hættan held ég að þegar þú gefur of mikið eftir á taumnum. Ómar? Já, ég er nú sammála Inga í mörgu af þessu en það er margt í þessu vegna þess að einstaklingarnir eru rosalega mismunandi og mínar stelpur eru til dæmis á mismunandi aldri, 2 og 8 og svona mjög þægilegur aldur á eldri stelpunni sem er 8 ára en aftur á móti þarf maður meiri kunst við yngri stelpuna og ég segi það að það er að fylgja einstaklingunum eftir mynda þetta traust sem að Ingi var að tala um áðan, mjög mikilvægt, taka þátt í þeirra leik og þeirri hugsun, reyna að framfylgja því, semst að gefa sér tíma með þeim líka í leik, það er mjög mikilvægt. Það er það sem að kynnast krakkonum náið, ekki bara koma inn, gefa þeim borða og segja þeim fyrir og annað þvílíkt. Það er mjög mikilvægt, segi ég, að komast vel inn á tilfinningaböndin hjá þeim. Ómar og Ingi, ég þakka ykkur spjallið hjartanlega.
Einn af þeim dægulega textum sem lýsir tengslum milli föðurs og barns ber heitið Bíddu pabbi. Vilhjálmur heitinn Vilhjálmsson söng þetta lag inn á plötu fyrir allmörgum árum, en hingað er kominn listamaður sem ég treysti vel til þess að feta í fótspor hans, Magnús Þór Sigmundsson. Sinn að heiman lágu spor mín, því ég hamingjuna fann ei lengur þar. Og hratt ég gekk í fyrstu, ég heyrði fótatak og háum rómi kallað til mín var. Kallað, bíddu pabbi, bíddu mín, bíddu því ég kem til þín. Það stautaði til mín svo hýr á brá, og mér skorti kjark að segja henni að bíllinn biði mín að bera mig langveg henni frá. Hún sagði, bíddu pabbi, bíddu mín, bíddu því ég kem til þín. Æ, ég hljóp svo hratt að ég hrasað og datt. Bíddu pabbi, bíddu mín. Ráðvilltur ég stóð stund og sagði, en á stað svo lagði aftur heim á leið. Ég viss að litla dóttir mín, hún myndi hjálpa mér að mæta vanda þeim sem heima beið. Hún sagði, bíddu pabbi, bíddu mín, bíddu því ég kem til þín. Æ, ég hljóp svo hratt að ég hrasað og datt. Bíddu pabbi, bíddu mín. Æ, ég hljóp svo hratt að ég hrasað og datt. Bíddu pabbi, bíddu mín. Meginstofnun íslensks þjóðfélags á að vera fjölskyldan. Stjórnmálaflokkar hafa allir á stefnuskrá sinni að bæta hag fjölskyldunar og styrkja hlutverk hennar. En trúlega er það kirkjan og þá prestarnir sem mest mæðir á í því sambandi. Séra Árni Pálsson er einn þeirra sem að látið hefur sig þessi mál miklu skipta, og ég bað hann að koma hingað til þess að ræða við mig stuttlega viðfangsefnið foreldrahlutverk og uppeldishlutverk. Aðeins tæft á þessu, en menn segja gjarnan, og þetta er svona nokkuð viðtekin setning sem menn nota, að þeir geta ekkert sinnt þessu hlutverki, þeir geta ekkert verið heima hjá sig, það þurfi allir að vinna. Er þetta ekki viðkvæðið sem að heyrist? Jú, þetta er viðkvæðið sem heyrist, og þetta á náttúrulega rétt á sér að þetta heyrist, því að fjölskyldan hefur breyst svo gífurlega á liðnum áratugum frá því sem áður var, þegar að móðurinn var nokkuð almennt heima og næsta víst að hún var heima, minnst kosti meðan börnin voru ung og sinnti uppeldis hlutverkinu. En hvað, er þetta eitthvað hlutverk sem að menn hafa álitið sem svo að þeir getu látið aðra sinna? Já, við sjáum það að uppeldið er í sívaxandi mæli að færast á hendur opinberum aðilum með dagheimilum, dagvistun
og lengingu skólatímans. Það það sem að við gerum ráð fyrir í sambandi hjóna og á heimilinu, að þau sinni þessu hlutverki ekki eða hvað? Hvað finnst kirkjunarmönnum til dæmis um það? Sko, kirkjan hefur miklar áhyggjur af stöðu hjónabandsins og fjölskyldunar í dag og sjálfsagt sinnir hún sínu kalli of seint að koma til aðstoðar hjónalífi og fjölskyldu. Og það vegna þess að þú nefndir þarna í upphafi að hjónabandið er viðurkennt af löggjafanum að vera einn styrkasta stofnun þjóðfélagsins. Og þjóðfélagi ætlast til að innan hjónabandsins fari uppeldi einstaklingsins fram. Þetta kveðið í lögum stofnun og slit hjúskapar og þeir vil athuga þann lagabálk og það sami lagabálkur í öllum menningar þjóðfélögum heims eða líkur, að þá byrjar þetta á að tala lög stofnun hjúskapar, hvað þarf að vera, hvaða stílur þurfa að vera fyrir hendi. Já. Og beint í framhald af því koma erfðalögin, það engin tilviljun. Og síðan í framhald af því barnalög. Og þetta auðvitað af því að löggjafinn ætlast til þess að hjónaband endi með láti maka. Nú giftist fólk til að ná út sparimerkjum og ýmislegt svona orðið og svo þar að auki bent á það að það sé jafnvel hagkvæmara að skilja og ná sér svoleiðis í peninga og allt mögulegt. Það stefnir í allt aðra átt. Það því sorglega að lögin skuli vera þannig og garði gerða þessi hægt að fara í kringum þau. Það veikir hjónabandið og þá vil ég meina leið fjölskylduna alla, því að börn þarfnast fyrst og fremst öryggis, umhyggju, ástúðar og innra öryggis. Og eitt af því sem gefur börnum öryggi að vita að pappa og mamma eru gift. Hvað yfirsést fólki? Hvað það sem að menn sjá eins og við vitum, fólk býr í fínu húsnæði, það hefur allt til alls, það eru sjónvarp og myndbönd og allt mögulegt og menn eru svo alveg undrandi að krökkunum kannski líði ekki vel. Mönnum finnst eins og þeir séu alveg búin að sjá fyrir þeim og þetta sé allt í besta lagi, nóg til á spólum á heimilinu og allt það. Eitt af því sem talaður í lögum stofnun og slit hjúskapar, það fríðhelgi hjónabandsins. Þangað má enginn koma inn á heimilin nema boðinn. Ekki einu sinni lögreglan eða með dómsúrskurði. Fríðhelgi hjónalífs og hjónabands hefur verið mikið en þetta fríðhelgi rofið orðið núna meðal annars af ykkur og Stöð 2 þegar fríðhelgi hjónalífsins og fjölskyldunar og það svo margt svona sem kallar á fólk, ekki aðeins börnin, heldur fullorðna líka, sem að kostar tíma og sundrar fjölskyldunni. Við skulum Árni tala saman áfram en við skulum fyrst brjóta þetta aðeins upp og verða svolítið rómantískir. Eitt af rómantískari lögum íslenskum lag Jóns Nordal, Hvert örstutt spor, og það lá auðvitað beint við að biðja þau Helenu og Hrafn að dansa fyrir okkur við það lag.
örstutt Árni, eitt gott ráð í barnauppeldi? Ég hef sjálfur tröllatrú á, svo ég tæki nú þannig til orða, að fjölskyldan fari að halda fundi. Fjölskyldufundi. Ég hef hugsað mér minnst 2 á ári. Það er að segja þegar að stundaskrá breytist hjá börnum í skólum, sem sagt vor og haust, þar sem fjölskylda kemur saman með bænaranda, þar sem að fólk tjái sig ást sína hvort á öðru og reynir að nálgast hvort annað í trúnaði, hlusta á hvað öðrum finnst að og mæta því af kærleika, hinum fórnandi fyrirgefandi kærleika. Ég held að þetta sé eitt af því sem þarf, svo allir sannfærist að miðboðorðið eða fjölskylduboðorðunum 3, það sé í fullu gildi, það er að segja boðorðið þú skalt ekki mann deyða. Því að það er staðreynd að í fjölskyldulífi er manninum hættast við á allri lífsleiðin að verða fyrir tilfinningalegum dauða. Já. Þakka þér kærlega fyrir þetta, Árni, og ég vona að þetta hafi verið hugvekja fyrir okkur öll. Ég ætla hins vegar að bregða þessum leik út á götu þar sem að ég rétti bréf að fólki. Skulum heyra nokkra gamansögur. 2 strákar voru að metast hvað feður þeirra gætu afrekað. Eftir stuttastund voru þeir komnir langt út fyrir trúanleg mörk. Það var pabbi minn sem smíðaði Alpana, sagði annar og var viss að hinn gæti ekki svarað þessu. Hinn hugsaði sig stuttastund og sagði svo: Hefurðu heyrt Dauðahafið? Já, hvað með það? Spurði hinn. Pabbi minn draf það. Það var búið að taka bekkjarmynd og kennarinn var að hvetja krakkana í bekknum til þess að kaupa eintak. Hugsið ykkur hvað það verður gaman að geta skoðað myndina eftir nokkur ár og sagt: Þarna er Friðrik, hann er orðinn bankastjóri, þarna er Rúna, hún er gift Sigurði og þarna er Guðmundur, hann lenti illa í því og er á hrauninu. Og þarna er kennarinn, grípur Guðmundur fram í. Snúa. Hann er dauður. Það er til aragrúi af lögum þar sem verið er að gera góðlátlegt grín af pappa og mömmu. Mamma geiflar alltaf munnin og menn er að drepa sig í húsbyggingum og svo framvegis. En hingað er komin hress náungi sem lætur engan bilbug á sér finna eftir mörg ár á sviði. Stefán Jónsson og lagið Pappa og mamma rokkuðu. Ég ætla sög að segja þér, þú ræður svo hvort þú trúir mér. Í gamla daga dansa var, gæf upp á borðum og allstaðar. Pappa og mamma rokkuðu og húluðu og hægðu, svo öllu fólkinu blöskraði og allt lífið öskraði. Pappi geystist upp á borð með mömmu án þess að segja orð og svo alveg upp á svið, svo Berti söngvari dauðvekk við. Stefán Jónsson stóð botn í þáttinn. Ég vil þakka ykkur fyrir að gefa ykkur tíma til þess að horfa á þáttum fjölskyldu og foreldrahlutverk í þáttaröðinni Það kemur í ljós. Ég þakka Þuríði Sigurðardóttur, Magnúsi Þór Sigmundsssyni, dansarunum Helenu og Hrafni og Stefáni Jónssyni og auðvitað Pétri Gunnarssyni, Inga Birni Albertssyni, Ómari Torfasyni
og síðast en ekki síst séra Árna Pálssyni. Við verðum hér aftur eftir hálfan mánuð. Takk fyrir. Að fylgjast